en Sigurður Ólafsson gerði ekki og fór örlítið lengra og fær þó ekki nema 10 stigum meira. Þá var það Steingrímur Árni. Það er rétt ákvörðun, læðast yfir hólinn en vantar svo ferð, en hann fær 95 stig. Trúlega hefur Sigurður Ólafsson fellt dekk þegar hann fór þarna til vinstri í brautinni. En við förum í 5. þraut sem er hér mikill hlíðarhalli og Ríkharður fer fyrstur og fer ekki langt. Þetta er greinilega ekki hans dagur. Hann hefði þurft að fara aðeins hærra upp í brekkuna áður en hann fór í hlíðarhallan. Hann er óneðarlega. Rögnvaldur fer heldur hærra en skuttlast hér út úr brautinni. Og Ríkharður fékk 45 stig og Rögnvaldur heldur hér bara áfram, en það skiptir engu máli, hann fær bara 60 stig þar sem hann fór út úr brautinni nánast við upphafið. Hann valt þó ekki eins og Ríkharður. Þá sjá hvað Sigurður Ólafsson gerir. Nei, þetta er of lítill hraði. Það er að ná beita bílunum meira upp í brekkuna. Sigurður fer ekki lengra, fær aðeins 15 stig. Fellir fullt af dekkjum. Gunnar Pálmi. Já, laglega gert. Þetta er snilldarlega gert hjá honum ef hann heldur hraðanum, áfram hraðanum. Já, ekkert mál. Þá er það seinni hlutinn, ekki alveg eins erfiður. Þetta er snilldarakstur og 300 stig. Fullt úr stiga og reyndar sá fyrsti í keppninni til þessa í 5 brautum. Aðeins einu sinni kominn 300 stig. Þá er að sjá hvað Steingrímur Árni gerir. Já, hann fyrir nú kannski heldur langt til hægri og mikið upp í. Þetta var það sem að Gunnar Pálmi var að gæta sín á að gera ekki, missa bílinn of þvert. Finnur Magnússon fekk 0 úr síðustu þraut. Hann ætlar nú eitthvað lengra hér. Já, hann ætlar alla leið. Þetta er vel gert og 270 stig. Munar hans í miklu, menn er að fá þetta 0, 15, 45, 60 og upp í 300 stig. Hér er Rögnvaldur kominn á stað í 7. braut. Það er hér 125 stig. Og Sigurður Ólafsson. Það þarf að glíma við þennan hlíðarhalla. Hann fær 160 stig. Heldur fleiri stig en Rögnvaldur. Gunnar Pálmi. Hann er ákveðinn, en hér vantaði áfram hraðan 165 stig. Og þá er það Steingrímur Árni sem á að fara. Ræsir bíður eftir merki frá stjóranum sem er við enda brautarinnar og Steingrímur má fara af stað. Já, hann grefur sig bara hér 145 stig. Þá var að sjá hvort að Finnur Magnússon eða Ríkharður Jónsson komast hér fyrir öxlina. Já.
ekki nú langt þó, hann fær aðeins 180 stig hér, Finnur. Þeir eru á allt öðruvísi dekkjum heldur en til dæmis Steingrímur Árni. Ekki lengur á svona belgmiklum dekkjum, en hann hins vegar búinn að missa loft úr hægra afturhjóli hér. Hann Ríkharður fer ekki lengra, fær 190 stig sem er hæsta skor í þessari þraut. Hún liggur þarna áfram upp til vinstri og menn verða að gæta sín á sólinni greinilega. Þá er aðeins ein braut eftir og það er tímabraut. Þar byrjar Sigurður Ólafsson. Hefur iðulega náð góðum tíma í tímabrautunum. Hér er mikill hliðarhalli. Hér verða menn að hafa hraðan og kraftinn. Jú, hann rétt hitti þarna í gegn. Hann þarf að bakka hér til þess að komast áfram. Fór hins vegar alltof langt út á planið, tapaði á þessum tíma. Pollurinn sem ekið var yfir í fyrri torfærukeppninni er þotnaður. Það er því engin hindrun lengur. Já, Sigurður kemur í markið. Tíminn mjög góður, 1 mínúta og 1 sekúnda, en hann fær hins vegar nokkra refsingar fyrir að taka hlið og fær 265 stig og lýkur keppni með 930 stig samtals í 4. sæti. Þá er Gunnar Pálmi. Mikinn hraða Gunnar Pálmi. Já, hann hékk þennan hliðarhalla. Þetta er greinilega mjög góður bíll. Hann lýkur brautinni á 1 mínútu sléttri og fer hann að nánast refsilaust og fær 313 stig. Lýkur því keppni með 1138 stig og telst vera í 1. sæti. 1138 stig. Hann er örugglega í 1. sæti eins og er. Steingrímur Árni á þó einhverja möguleika, en hann þarf að ná mjög góðum tíma og hann þarf fara villulaust. Hann komaður að næsta hliði sem er mjög erfitt. Steingrímur tekst þó að stinga öðru framhjólinu í gegnum hliðið. Klukkan gengur. Þetta er ekki eins góður tími eins og hjá Gunnari Pálma. Gunnar Pálmi var 1 mínútu að aka þessa leið þrátt fyrir að hafa drepið á og var í talsverðum tíma í að koma jeppabifreið sinni í gang. Og ennþá tapast Steingrímur tíma. Tíminn orðinn 1 mínúta rétt rúmlega 1:06 er hann. En hann kemur í mark og 266 stig, 1031 stig. Þannig að ekki fékk hann fleiri stig en Gunnar Pálmi. Þannig að Gunnar Pálmi er enn í 1. sæti. Steingrímur Árni er þá í 2. sæti eins og er. Bæði Finnur Magnússon og Ríkharður Jónasson eiga þó möguleika á að komast fram fyrir hann. Ríkharður hefur þó einn draug við að glíma. Hann mætti of seint í keppnina eftir að hafa lent í fjarðaróhappi við vin sinn og félaga Stefán Sigurðsson. Þeir gerðu þann reyndar á Akureyri líka fyrr í sumar. En hvað það? Hér er Finnur Magnússon. Já, hann bara taka þetta með.
og hann þarf að bakka eins og fleiri aðrir. Og klukkan gengur 1 mínúta og 13 sekúndur. Nú lakast í tíminn til þessa, hann fær þá 247 stig og lýkur keppni með 1092 stig í fartæski sínu og það tryggir honum það að hann kemst upp fyrir Steingrím Árna og röðin er þá ennþá þannig að Gunnar Pálmi er í fyrsta sæti ennþá. Finnur Magnússon er komin upp í annað sæti með 1092, Steingrímur Árni í þriðja með 1031. Þá er það Ríkharður Jónasson næst síðastur í tímabrautina. Hér er sko ekkert slegið slöku við nema þó vélinn og hann misti þarna afldrap á vélinni. Þetta verður nú svona, held ég mestu leyti að skrifast sem óheppni, aðeins þó ég viti hvers vegna bíllinn drap á sér. En hér gerist ekkert og hann getur enga björg sér veitt. Verður bara að halda í stýrið og bíða. Ein velta. Þetta eru 2 veltur rétt rúmlega og loft úr 3 hjólbörðum. Ríkharð þó óslasaður, það er fyrir mestu. Hann fékk 30% stig fyrir að fara 30% brautarinnar. Fékk 74 stig. 919 stig fékk hann samtals en það er dregin á honum 150 stig. 919 stig fékk hann, ætla ég nú að segja. En hann endar keppnina með 769 stig og lendir í 7. sæti. Eins og Rögnvaldur. Hann er að koma hluta af bílnum í gegnum hliðinn. Aðeins svo langt til vinstri hérna. Og klukkan gengur. En gengur klukkan. Þetta gengur hægt hjá Ríkharði Jónasinni. Það var bara að ná sér í alvöru tilhlaup. Jæja, og þá er það síðasta beygjan og hann nær henni að sjálfsögðu á þessa bakka. Vel gert hjá honum. En hann lendir í 5. sæti með 880 stig en sem sagt Gunnar Pálmi Pétursson í fyrsta sæti með 1138 stig, í öðru sæti Finnur Magnússon með 1092 og í þriðja sæti Steingrímur Árni Thorsteinsson með 1031 stig. Aðrir voru aftar og með færri stig. Þetta verður ekki lengra hjá okkur í dag. Ég minni á íþróttir á morgun og í þeim þætti sjáum við sérútbúnarflokkinn á Egilsstöðum og það var ekki síðri keppni. En þangað til vinstri reynir að klóra sig hér áfram, stoppar alveg en er ekkert að slaka á. Fer hér þvert yfir þessi 2 dekk, það er 30 í mínus. En sem sagt 220 stig til Gunnars Guðmundssonar í þessari þraut. Næst síðustu þrautinni, það er aðeins tímaþrautin eftir. Og hann fer hér á afturhjólunum upp þessa brekku. Það þýðir ekkert að slá af. Stefnir á fullt hús hér. Það var
gert hjá Árna. Lítið mál fyrir Árna Kópsson. 300 stig. Helgi Sjött kominn út úr brautinni hér. Það hann 75 stig. Og þá bíðum við bara eftir Árni Kópsson með nokkuð góða forystu. Hann með 65 stiga forskot á Guðberg. Fekk 300 út úr þessari þraut. Sturla tók dekkin fyrir allt og langt inn til hægri og verður að hætta við 100 stig til Sturlu. Það var aðeins Guðbergur eftir. Nei, þetta nú dýrt fyrir Guðbergur. Það er forskot sér til, en upp fer nú Guðbergur. Tók þarna dekk og stiku. $235 stig, það er hann. Og Árni eykur forskot sitt 65 stig. Og er þá komið 130 stiga forskot þegar tímaþrautinni er eftir og Árni hefur nú yfirleitt gengið vel í tímaþrautinni. Þannig að hann hefur þetta allt í hendi sér. Þá er tímabrautin, Árni fer það fyrstur. Besti tíminn í götubílaflokki var 1 mínúta slétt. Pálmi náði þeim tíma en drap þó á og þurfti að gangsetja eða dýrmætum tíma í það. Og þess má geta að það fór fram keppni í Grindavík í gær. Í götubílaflokki sigraði Steingrímur Þorsteinsson. Oft búinn að vera í 3. sæti í sumar en náði 1. sætinu þarna og stefnir nú hraðbyr á Íslandsmeistaratitil í götubílaflokki. Og Gunnar Pálmi var þar í 2. sæti. Í flokki sigurðbúna bíla sigraði Árni Kópsson eina ferðin enn og má segja að hann sé öruggur með Íslandsmeistaratitilinn í sérútbúna flokknum. En hann fór hér á 46 sekúndum, ákaflega góður tími og fekk 314 stig. Þannig að það verður mjög erfitt fyrir Guðberg ef hann ætlar að kroppa í Árna hér. Menn eiga möguleika hér á að taka hring í stað þess að bakka. Helgi Sjött fékk nú þarna mínus, hann gerir dekk. Það er ekki mínus verið að bakka í tímabraut. Tíminn hjá Helga 52 sekúndur og 234 stig. Hann lauk keppninni í 5. sæti með 1024 stig samtals af 6 keppendum en Stefán Sigurðsson var í 7. sæti með 395, var það hætta eftir 3 þrautir og veltu. En nú var að sjá hvað Sturla gerir. Tíminn hjá Árna 46 sekúndur, 52 sekúndur hjá Helga Sjött. Misti aflinn hér og fór 2,5 veltu niður þessa brekku. Sturla hefur oft í sumar lent í því að bílinn drepur á sér en þetta sleppur ennþá. Það getur verið varasamt að bakka fullu afli vegna þess að dreifbúnaðurinn er ekki smíðaður undir þau átök, ekki gerður fyrir þau átök að taka á aftur og bak á fullu afli 53 sekúndur og 273 stig og Sturla tryggir sér þar með 4. sætið. Þá var það Guðbergur.
frábærum tímum í tímabrautum í sumar. Það er ekki smeykur. Tók þó hér eitt dekk, tekur ákvörðun að taka hringinn hér. Það varð dýrkeypt. Þetta hefði sennilega ekki komið fyrir ef millikassinn eða hlutföll á milli eða drifhlutfall á milli fram og aftur væri ólæst. En hann ætlar nú að klára þessa þraut. Skilna fer í gang, já, fer í gang. En við séum að Guðbergur gera hér stór mistök. Hann spennir aðeins beltið yfir mjaðmirnar. Sleppir því að spenna beltið yfir axlirnar og samkvæmt reglum þá á þetta að þýða brottvísun úr keppni. Hann slapp hins vegar við það og fékk 50% stiga í þessari braut, 129 stig. Náði þar með öðru sætinu í keppninni, 1419 stig samtals. En það verður að teljast grafalvarlegur hlutur að nota ekki beltin, en það er skýrt tekið á því í reglum fyrir þessa keppnir, allar akstursíþróttir, að menn eiga að nota beltin og annað er brottvísun og ekkert annað. Guðbergur sem sagt í öðru sæti, Árni í fyrsta, en þá eigum við eftir að sjá Gunnar Guðmundsson síðastan í þessari þraut. Sjáum það að Guðbergur fær sér sæti, starfsmenn reka aðra starfsmenn úr brautinni. Biðjumst velvirðingar á þessum myndtruflunum sem hér er á ferð. Guðbergur er að spenna beltið yfir mjaðmirnar. Þetta er 4 punkta öryggisbelti yfir báðar axlir og bæði læri. Þá er það Gunnar Guðmundsson síðastur hér á Egilsstöðum í seinni keppninni. Næsta keppni verður á Akureyri 16. september til því sem ég kemst næst og síðasta keppnin í Jósefsdal í byrjun október. Hvert ert þú að fara, Gunnar minn? Hann fer nú svolítið langt hérna út. En honum tekst þó að ná öðrum besta tímanum ásamt Helga Sjött, 52 sekúndur, 279 stig og tryggja sér þar með þriðja sæti í keppninni á Egilsstöðum. Þetta var tilþriflega Gunnari. Gengið sér til þessum. Þetta var síðasti maður. Góðan dag, þá erum við komin til Grindavíkur á hina árlegu torfærukeppni björgunarsveitarinnar Stax úr Njarðvík. Það eru margir sem halda að hún sé úr Grindavík, en svo er ekki. Hún er úr Njarðvík og heldur sína keppni hér í Grindavík. Hér sjáum við Gunnar Pálma Pétursson, 30 ára bifvélaekki frá Höfn í Hafnarfirði. Hann er á Ford 42 og hefur staðið sig alveg geysilega vel í sumar og er tilbúinn hér í slaginn og ætlar sér örugglega sigur. Undir spurningu það, Gunnar Pálmi kemur frá Höfn, klár í keppnina og þetta er fyrsta þraut og við sjáum það að hann er hér svona hringu upp í Liðahalla og beint upp og ég held að hann hafi fellt eitt dekk. Hér kemur Þórður Gunnarsson, 29 ára vélvirkjur Reykjavík. Geysilega harður síðustu ár og mjög grimmur ökumaður. Nú við sjáum það honum fyrpast hérna og hann byrjar í fyrstu þraut á því að velta og bara vinni. Hann hreyfði sig nú eiginlega ekki. Eða áfram veltibúrið hafði bognað ofurlítið og þar með búið að missa styrk.
Nú, ekki fór hann nú langt núna. Þetta hefur verið Guðbjörn Óskarsson og fekk aðeins 30 stig fyrir þessa þraut. Það var leiðinda veðurandi sem byrjaði með að lagaðast nú þegar leið á keppnina og það vildi nú til að svona margt sem fólk gerði sér til gamans að bílarnir gerði fólkinu til gamans hélt nú kannski smá yl á því. En við sjáum þar snör handtök, þarna kviknaði í, þarna er flætt út úr karbótorið eitthvað og kviknaði í og það eru verðir með fram öllum brautum með slökkutæki og eru enga stund að stökka á það og bjarga. Steingrímur Bjarnason, sama þar, oflaust, ekkert grip og kemst ekki áfram. Fær aðeins 30 stig. Þá er það Steingrímur Árni Thorsteinsson. Jú, aðeins lengra, 40 stig. Þá er það spurningin Sigmund Sæmursson, 23 ára rafvirkjur Reykjavík. Hvað gerir hann þegar hann bara yfirleitt á stað? Fór nú ekki langt. Fór nú ekki langt. Nú, þá er það Gunnar Pálmi Pétursson. Nú fór hann fyrstur í síðustu braut og þar með færist hann aftur og síðustur í þessa braut. Jú, aðeins lengri en hinnir en ekki nóg en fékk samt sem áður 20 stig. Hefur sennilega fellt dekkað eitthvað þannig dettur hann svolítið niður. Þriðja þraut við sjáum hvernig úrhellisrigning alveg og hér er kominn Guðbjörn Óskarsson og það er sama. Steingrímur Bjarnason segi og það er sama. Hann kemst ekkert lengra þó hann sé með 200 hestafla bíl. Steingrímur Árni Thorsteinsson sem að er í forystu núna með 450 stig. Við skulum sjá hvað honum tekst. Þetta voru mjög erfiða þrautir þannig í Grindavík og reyndar verið að reyna að finna erfiðar þrautir því að bílarnir alltaf verða betri og betri. Steingrímur Árni Thorsteinsson. Já. Aðeins lengra og fékk 120 stig þarna og komið með 430. Sjáum það að þetta er mjög laust og þetta bara fyrst honum spólar. Það er alltaf verið að reyta erfiðar þrautum, þó sérstaklega fyrir bílana í sérútbánaflokknum. Það er nánast gamla svæði sem var notað í Grindavík, gengur ekki lengur. Þeir fara allar á þrautum eins og drekka vatn. Sigmundur Sæmundsson á Suzuki og hafði ekki árangur sem erfiði og þess að hefur ekkert í þessa bíla að gera, það segir sig alveg sjálft. Hann er með sinni upphæðlegu vél sem er 45 hestöfl og það er allt orginal og standard í þessu bíl þannig að hann á enga möguleika. Gunnar Pálmi sem er komið með 415 stig og er að berjast harður í baráttu við Steingrímur Árni Thorsteinsson. Við sjáum það, jú, hann fer aðeins lengra en fellur eitt dekk og fær 185 stig. Sama á Steingrímur Árni Thorsteinsson, þannig að hann er með 600 stig og Steingrímur Árni Thorsteinsson með 635 stig. Þá er það Guðbjörn Óskarsson. Og ekki séns. 170 stig fyrir þetta og samtals 560 stig sýnist mér. Já, þá er komið að fjórðu þraut og þeir eru með 415 stig, Gunnar Pálmi og Steingrímur Árni með 450. Hann leiði með 35 stigum og nú er dýrmætt að komast eins langt og mögulegt er í hverju þraut og fellar sem fæst dekk. Þetta var Steingrímur Árni Thorsteinsson. Hann er hér í fjórðu þraut og fær 185 stig. Vel gert hjá honum en laust, alltaf jafn laust í þessum brekkum. Það voru mjög lausar þessar brekkur og kannski full ástæða til þess að athuga það aðeins betri í göttubílaflokknum að þeir geti klárað þrautirnar. Það er það sem fólki hefur komið til að sjá. Minnst kosti 1-2 klára, svona minnst kosti aðra hverju þraut. Það vekur meiri stemmingu, miklu meiri stemmingu ef að fólk getur séð bílana klára. En það er skiljanlegt þegar það er alltaf verið að leita erfiðari þrautum þar sem að sérútbílarnir er svo sterkir að þeir fara nánast allt sem fyrir þá er lagt nema beint upp og stundum það meiri sé. En í göttubílaflokknum finnst mér þrautnar á svona full erfiðar. Hér sjáum við Sigmund Sæmundsson á Suzuki LJ80.
hann nú ekki öflugur en ok, hann fer þetta þó og fær 70 stig. Þá kom það Gunnar Pálma, hann þarf að fara lengra heldur en Steingrímur Árni Thorsteinsson til þess að ná fórustinn. Hann aðeins 35 stigum eftir honum og þetta verður mikið einvígi á milli þeirra tveggja. Og við skulum sjá, jú, ekkert lengra og sami stigafjöldi, 185 stig og þá komið 600. Steingrímur Árni Thorsteinsson komið 635, heldur sínum 35 stigum sem hann með í forskot. Og þá það Guðbjörn Óskarsson sem að í fjórða sæti. Í fjórða sæti. Mjög styrktilegur bíll að sjá og kannski skortur honum meiri reynslu. Sjáum hvað hann gerir, jú. Gerir þetta mjög vel, en fær 170 stig. Aðeins 15 stigum minna heldur en þeir segir hinnir sem hann náðu mest út þessari þraut. Já, og þá það Steingrímur Bjarnason sem var í þriðja sæti fyrir þessu þraut en honum mistekst alveg herfilega og lendir nú niður í fjórða sæti, fær aðeins 30 stig fyrir þetta og komið 460 þannig að Guðbjörn Óskarsson skýst fram fyrir hann og komið með 560 stig. Nú Sigmundur Sæmundsson kemur hér og reynir við þessa þraut. Nú hann að byrja í 5. þraut. Sigmundur Sæmundsson startar hér í 5. þraut og búinn að taka hérna og fær 70 stig. Sjáum það að hann búinn að brjóta hér framöxul, það svo greinilegt ef við sjáum hvernig hann spólar. Hann spólar á, hann með svoðið mismunadrif og við sjáum það að hann spólar á báðum afturhjólum, hann spólar á hægra framhjóli, við sjáum það undir bílinn en ekki vinstra framhjóli. Og þetta hefur náttúrulega ráðið alveg sköpum. Þannig að við sennilega klára þessa þraut þannig að við erum öll drif og öllu. En Gunnar Pálmi, 5. þraut, 170 stig, nú að dugað að drepast, hann þarf að ná Steingrími Árna Thorsteinsssyni, hann þarf að ná honum. Það 35 stigum eftir og við sjáum að hann gerir þetta vel. Mjög líkt í hjólbörunum, það alveg dælast niður í felgu. Og ég færa mikið framfakst og hvað skeður? Nei, hann kemst svona rétt með afturhjólið upp á brúnna. 170 stig. Steingrímur Bjarnason, 3. sæti. Já, klóra sig þetta fram. Það hefur mikið að segja, dekkja gripi í þessu og lagnina sjálfsögðu og ég tala ekki orkan en það er þó alltaf lagnin sem að veitum henni hvað lengst. Steingrímur Árni er næstur eftir við sjáum þetta hér í sýnt hægt. Já, Steingrímur Bjarnason hér aftur, þeir sína þær aftur hægt. Ég get aftur að sjá aðeins hvernig þetta skiður. Hann klórar sig þetta hægt og rólega áfram en hér stoppar hann endanlega. Steingrímur Árni Thorsteinsson að hamast við að verja 1. sætið, hann 35 stig á forskot og ætlar sér að greinilega halda því. Hann harður í baráttu við Gunnar Pálma. Þetta aðeins spurningum að hvað langt menn komast og hvað mörg dekk þeir fella. Sjáum til, þarna fellir hann 1 dekk. Jú, og þarna fellir hann annað en hann fer að vísa ekki refsingu, hann á leiðinni niður í veltu, hann veltir þarna, rís upp á hægra afturhjólið og bremsar í spurning hvort hann ef hann sleppti eða reyndar ekki bakkir, hvort hann hefði getið bjargað sér út úr þessari veltu en það hægar að segja það
svona eftir á þegar maður horfir á þetta heldur en að sitja undir stýri. En ég er sannfærður það að ef hann verið fljótur að hugsa hann hægt að reka hann í bakkið hér þegar hann endalega stoppaður þá hefði hann kannski getað reddað þessari veltu. En hann fer jafn langt á Gunnar Pálmi og sjáum til hérna fer hann upp á afturendan og nei, hann hefur sennilega ekki haft, já þó, nei, hann hefur ekki haft tíma til þess. Það er ekki að ætla til þess að ökumenn hugsi svo skjótt í þessari stöðu. En hann fær 170 stig og heldur sínum 35 stig á forskoti, heldur sínu 35 stig á forskoti. Og hér sjáum við hann affelgar og eins er hann búinn að affelga á vinstra hraðhjóli og þetta kemur til að því að það er náttúrulega mjög lítið loft í þessu hjólpunum þannig að ef þið fá á sig hlíðarhögg þá krumpast þau inn frá felgunni og loftið sprettur út og þar með affelgast þetta svona. Þeir eru nú snöggir að redda þessu, þeir eru með gaskúta og tjekka bílinn bara upp og koma og skjóta eldsnöggt inn í hann og þá er þetta komið í fínt stand aftur. Nú, þá er það þraut númer 6. Já, Gunnar Pálmi fer þetta en hann fellir dekk. Fellir 2 dekk, minnstakosti. Sjáum það, við skoðum hægt. Hann ætlar sér að reyna að komast í forustuna. Hér er hann ekki búinn að snerta neitt dekk svo við sjáum. Ífurlegt högg sem að færa á bílinn hann á bakkanum og sleppur við þetta. Mjög gerir á miklum krafti og veit það er aðeins krafturinn og orkan sem gilda þarna. Og svo, já, fullri ferð upp. Hér tekur hann annað dekk, 2 dekk. Hann er með góða stefnu upp brekkuna og maður skildi ætla að hitta á milli en hann snýst hann aðeins hjá honum og fer yfir í vinstri, kemst upp en tekur 3. dekkið. Þannig að hann fær 255 stig og er þá komið með 1025. Steingrímur Bjarnason komið hér, ekki á stökk hann yfir, ætlaði ekki að brenna þess að stoppa þessari hindrun, tekur hér dekk og ekki söguna meir, festist hann að vera. Ótrúlegt, 185 stig. Og Steingrímur Árni, hann verður að verja sitt forskot með því að fara þessa þraut líka. En við fáum að sjá hér Steingrímur Bjarnason aftur. Hægt, við sjáum það gífurlega stökk á hann hérna á þessum kanti. Hann hefur ekki verið rægur við það kannski að þarna myndi að stoppa en ef þeir fara og hægt þarna þá er mjög auðvelt að stoppa á þessar hálsi. Steingrímur Antónsson, hann verður að gera betur eða jafnvel og við sjáum það þetta munar ekkert mjög miklu að hann sleppi. Og svo er það fulla verði, hann er bara að taka hann 1, ef ekki 2 dekk. Hérna tekur hann 3. dekkið og svo skilur það furðulega að hann fer ekki upp. Hann fer ekki upp og fer aðeins 215 stig og missir þann með forskotið til Gunnars Pálma. Er komið með 1020 stig en Gunnar Pálmi með 1025. Þannig að þarna er hörkukeppni og aðeins 2 þrautir eftir. Ósköp var þetta þraut. En mann eftir þeirri tíð þegar hann fór á svona bíl sjálfur og það sjálfur sér og öllum öðrum til að háboruna skammar en skýtt með það. Hér er Guðbjörn Óskarsson kominn í næst síðustu þraut og þraut númer 7. Hann kemst ekki upp í bakkana efst uppi sem ég spá að muni vera mesta hindruninni fyrir það og við sáum það þetta fyrir fram. Steingrímur Bjarnason yfir fyrir hluta þrautarinnar og síðan er spurningum að ná orku og krafti og jú, kemst upp á bakkan en herslumunurinn. Steingrímur Bjarnason 195 stig. Fer alveg upp á bakkan. Ég sé ekki hvort hann tekur einhver dekk á leiðinni, það hlýtur eiginlega að vera því að hann tekur hann 1 dekk á. Síðan fær hann eiginlega ekkert meira hvað sem hann kemst þarna upp á eða ekki, hann þarf að komast á milli dekkjana. Það hefur sennilega verið herslumunurinn að kemst ekki alla leið, þannig að hann fær vel ekkert fleiri stig heldur en sem minna að komast. Steingrímur Árni Thorsteinsson, hann verður að ná forystuna aftur, það er ekki eftir nema 2 þrautir, það er þessi og ein önnur. Jú, hann lætur dekkin í friði og áfram
snertir ekki neitt, kemst upp í bakkan og skellir framhjólunum á og stopp. 240 stig. 240 stig. Nú þá komið með 1260 stig og Gunnar Pálmi má ekki gera betur því að þá heldur hann forskotinu sem ákvaði með. Hann komið 5 stig forskot. Sigmundur Sævarsson ætti að vera næstur á Suzuki. Hann hefur ekki gert neitt feil í dekkjum eða neitt. Hann sleppur fram á því og þegar hann kemur hér á þá fær hann ansi mikið baksla. Hann fær meira baksla heldur en Steingrímur Bjarnason áður og það þýðir það að þegar bíllinn lendir þá missir hann gripið gjörsamlega. Og þá það Suzuki. 81 út til aðeins 45 hestar greið. Allt saman standard nema dekkin sem svona stærri heldur en svona normalt Já, hann fór bara ótrúlega langt. Hann fær 95 stig. Allt í einu fann að spjara sig bara. Gunnar Pálmi, hann þarf á 240 stig til að halda sínu forskoti. En fyrst sjáum við Suzuki bílinn. Og geysi, segir og góði bílar og gott gangra með þessu og þó þeir kannski séu ekki þeir bestu í torfærukeppni. Snúast enn þann dag í dag þó litli séu og nettir. Já, rétt sleppur ég með þetta lið og næstir í stiginn. 95 stig. Og þá það Gunnar Pálmi og nú að duga að drepast. Hann kemur alltaf frá Hornafirði og staði sig mjög vel og mjög snyrtilegur bíll. Fallega byggður. 42 Ford. Já og svo. Það sama á Steingrímur Árni. Það framhjólinu upp á en fær bara 225 stig. Það þýðir það að hann lítur að fellt eitt dekk. Því að Steingrímur Árni Thorsteinsson fékk 240 stig. Við skulum fylgjast með því hvort hann hefur fellt dekk. Það lítur að vera því að mér sýnist þeir fara jafn langt. Já, þarna skeður það. Þetta mjög mikið atriði. Hefði hann bara keyrt betur inn fyrir þetta þá hefði hann haldið sínu 5 stiga forskoti. Sýnir það að þetta ekki nóg að böðlast brekkurnar alveg. Það líka að hugsa dekkin. Fella þau ekki því að það 15 stig í refsingu fyrir það. Við sjáum það fyrir nákvæmlega jafn langt. Tapar 5 stiga á forskotunum niður 15 stig. Hann 10 stigum undir 250 og 260 bara fyrir það að fella þetta eina dekk. Þannig að það að mörg að hyggja þessari keppni. Nú það síðasta þurra og það Steingrímur Bjarnason. Hann fær aðeins 150 stig sem að kannski verður að teljast bara gott, þetta erfið þraut. 150 stig. Steingrímur Árni, nú verður hann að standa sig, það ekki sem heitir. Nei, hann fer styttra. Sjálfur toppbíllinn. Og nú komið spenna. Sjáum það, hann fyrir stytt eftir Steingrímur Bjarni, enda fær hann ekki með 135 stig og ég hefði nú haldið að Gunnar Pálmi ætti nú að vera með Pálmann í höndunum. Reyna að þruma á þetta og komast aðeins lengra en Steingrímur Árni Thorsteinsson. Þá myndi hann sigra. Ég held að Suzuki ætti ekki að vera að reyna að fara upp í eins að kletta. Það bara hreinlega meitt sig. Og svo. Nei, hann hlustar á. Þá komið að Gunnari Pálma og nú að duga að drepast. Nú að nota nýtrónið, já, sjáu það, hann að stilla þetta allt, gera klárt og nú verður hann að standa sig. Já, og... Nei, hann fyrir styttra en Steingrímur Árni Thorsteinsson og fær ekki nema 100 stig og þar með 1350 stig. Steingrímur Árni Thorsteinsson með 1395 stig. Sjáum það, hann bara einhvern veginn ekki gripið þarna. Fer allt í spól og bara kastast hér á klettinu hægra megin og stopp. Sjáum hólurnar eftir hinna bíluna og þar með missir hann að sigrinu. Hérna kemur Guðbjörn Óskarsson og hann fer nú eiginlega ekkert lengri súkan þannig að mér sýnist hann að vera bara núna komin í keppni við hana. Enda fær hann 40 stig. Nú það ekki göttubílaflokkurinn eða
Standardbílarnir heldur flokkur sér útbúinna bifreiða og það svona öllu öflugri flokkur heldur við sáum síðustu helgi en hér það Smári Kristófersson, 29 ára reykingur. Hann svona á grindarbíl og hann að fara í fyrstu þraut. Já, ekki fór hann langt. Hann með AMC 360 kubika vél og svona grindarbíl eða sem sagt þessa sérhönnuð íslensku torfærubíla. Hér kemur Sverrir Þór Einarsson, 28 ára bifvélavirki í Reykjavík og hann kallar bílinn Golturinn. Gífurleg orka, talið að sé með 700 hestöfl, enda sko hann flýgur þetta alveg. Og brekkurnar að vísu alltaf orðnar erfiðar og erfiðar eins og við rættum áður og við sjáum það, þetta ekkert smáræðis fjall og... Stopp! Nú góður á dýr, nú þarf að hugsa hvernig á að leysa þessa þraut, en Sverrir hann gerir þetta alveg snilldarlega. Setur hann í bakkgír og sippar hann niður á hjólið. Þetta var svo gífurlega bratt þarna og það þarf að hafa þetta bratt. Þeir orðið svo öflugir þessi bílar, 700 hestöfl. Við sjáum það þegar hann hleypir af hérna. Þetta ekki smá orka. Og bílinn þessi betur fyrir flatur aftan eins og við sjáum núna. Maður tegur kannski ekki eftir þessu fyrir en hann fer aftur fyrir sig. Jú, ekki fer hann lengra. Þetta gífurlega átök. Og svo hér stoppar hann og bremsar og hann sest á grindina. Og stoppar. Reynir Sigurðsson, 40 ára atvinnurekandi úr Keflavík. Og við skulum sjá hvernig honum tekst upp. Þetta sama, þetta grindabíll. Já. Nú það spurningin með bremsi ekki eins og Sverrir gerði, heldur við láta hann rúlla allavega niður. Ekki tókst honum, þetta voru erfiðar brautir. Gunnar Guðjónsson aftur fyrir sig. Þarna sáum við þetta aftur. Gunnar Guðjónsson fór hreinlega aftur fyrir sig. Þarna kemur vandamálið á milli þessara stuttu bíla og þessar löngu að þegar það fara svona bratta brekkur upp, þá hreinlega bara árísaðir. Og fer aftur fyrir sig og sjáu þið hvernig búrið tekur vel við. Hann fór hann á höndum þetta smá stund, ætlaði greinilega að styðja sig við, en það tókst ekki. En við ruggluðumst aðeins ástandi á Magnús Bergs á bíl númer 4. Reynir Sigurðsson kom ekki þarna inn í myndina. Hérna kemur bíl númer 3. Hér kemur Reynir Sigurðsson. Keflavík. Jú, þetta eru gífurlega öflugir bílar og verða harðar og harðar í keppni. Og allt byggist þetta á þessari grind, þessari löngu grind og svona lágum bílum með breytt á milli hjóla. Hann nú laga hann eitthvað þarna til og... Sjá, jú, menn eru svolítið rægir við þetta. Þeir eru búin að sjá menn fara aftur fyrir sig, þeir eru búin að sjá aðra keppendur fara aftur fyrir sig, þeir eru búin að sjá þá rísa upp á endan og hann hreinlega bara finnur ekki brautina. Hann komin á langt til vinstri og þeir gefa hann merki það að hann sé komin á langt til vinstri og hann að fara þarna upp á milli dekkjana. Guðbergur Guðbergsson. Ótrúlegt. Guðbergur, 29 ára vesturmaður Reykjavík á mjög öflugum bíl og hefur veitt Árna Kópssyni hvað mesta keppni í sumar. Það með ólíkindum, hann rís þarna bara upp á afturendan og kemst ekki lengra. Síðan það Árni Kóps næstur. Ég held að Guðbergur hefði fengið 25 stig og hérna kemur nú sjálfur Íslandsmeistarinn. Árni Kópsson, kafari, 28 ára kafari á Bíldudal. Það heimasætan sem fyrr. Og við skulum sjá. Jú. Það vel kynnt upp og á nú að einhvern veginn á að lesa þessu braut. Við skulum sjá hvað hann gerir og alveg með ólíkindum. Sjálfir topparnir tveir, þeir fara ekki einu sinni upp fyrsta barðið. Og ég held að Árni fékk nú bara ekki neinn stig þarna og Guðbergur 25. Þetta alveg með ólíkindum. Sturla Jónsson, 24 ára sjómaður úr Reykjavík. Hann á svona grindabíl líka. Grimmur ökumaður, mjög grimmur ökumaður og ákveðinn og oft reiður við sjálfan sig. Jú, hérna fellur hann eitt dekk en hann fer þetta. Kominn á annað dekk og þarf að laga það sjálfsögðu því að við höfum rætt það áður að það refsing fyrir hvert einasta dekk og þeir þurfa að forðast það að fella þau. Það 15 stig í mínus. Og ef einhverju áhuga þá veit ég að þessi bíl til sölu. Nei, þessi brekkur og erfið fyrir Sturlu. Hann kemst ekki þessa brekku.
Reynist þeim erfuð. 140 stig fær hann. 140 stig. Gunnar Guðmundsson, 32 ára múrar á Reykjavík. Hann á Jepster 67. Þetta gífurlega öflugur bíll og Gunnar harður og grimmur keyrari. Við skulum sjá hvað hann gerir. Nei, það sama. Þetta og erfið þraut. Gunnari tókst þetta ekki frekar en hinnum. Það hefur engum tekist enn að komast upp þessa þraut. Einar Benediktsson heitir þessi. 37 ára vélstjóri úr Garðabæ. Hann vill nú ekki meira. Hann bara ofhittnar þarna eða ríkur úr vasskassa. Ekki nátt að sjá eldið eða neitt. Nei. Þetta tókst ekki. Hér nú komin einhver sem ég vant að sjá. Ég sjá nú ekki númerið alveg á honum. Ég sýnst að það bíll númer 9. Það passa nú ekki í okkar kokkabækur. En þetta einn grindin. En ég held að þetta sé nú gamla heimasætan. Ég sé nú að segja það. Þetta sé bara gamla heimasætan. Þá verður það Ríkharður Jónasson, 29 ára. Stendur nú ekki hvað starf hann gegnir. Nú, þá það Sverrir. Sá sem fór upp á endan áðan. Sverrir Þór Einarsson. Já. Gífurlega orku, en hann kemst ekki þessu þraut. Reynir Sigurðsson, Keflavík. Já. Það saman, hann fer sama á Sverrir. Það 165 stig, komið 220 stig. Þetta svolítið, það þarf mikið kraft þarna og ákveðinni til að komast upp þessa brekku því að þarna fá þeir smá bakkast þegar þeir koma hér í bakkan eins og við sjáum. Út úr brautinni. Þetta Magnús Bergsson, 34 ára, smiður frá Selfossi. Greinilega lunkinn við þetta. Hann búinn að taka forust í keppninni. Áttu nú fáið von á því. Gunnar Guðjónsson, sá sem að fór aftur fyrir sáðan. Sjá hvað hann gerir. Já, nei. Ekki séns. Þetta voru mjög erfiðar þrautir, það var alveg ljóst og menn lenti miklu vandræði með þetta. Menn voru svolítið, þetta kemur Guðbergsson og við skulum sjá. Grimmur, sjáu þið? Já, alveg frábært. Ákveðinn hikaði ekki, fekk 285 stig og fellt 1 dekk og komið 310 stiga. Heldur betur laka stöðu sína. Og Árna Kófs líka þetta örugglega ekki og við skulum sjá hvað hann gerir. Jú, aðeins hikaði pínulítið hann í miðri þraut. Það 260 stig og þar með komið 260, fekk ekkert út fyrstu þraut. Við sjáum þarna sem að þeir fá smá hopp hann í miðri brekkunni og það var spurningu að Guðbergur tók þetta mjög fast og ákveðið og spýttist nánast upp á brúnina. Sturla Jónsson. Já. 250 stig, komið 390. Hársbreytan fær upp. Þetta greinilega stefnir í hörkukeppni hérna. Gunnar Guðmundsson ákveðinn, það engin spurning að hann ákveðinn og hvað gerir hann? Já! Hann fór upp 280 stig. Komið 430. Sjáum þetta hægt aftur. Það spurningin að það ekkert sem heitir, það bara að vera nógu ákveðinn og láta slag standa hvað skeður þarna í þessum bakka. Hann hefur lækkað núna eftir sem fleiri fara. Jú. Ekkert mál. Gífurlega átöku. Við sjáum það að hann hefur affelgað hérna á vinstra afturhjóli. Sá ekki betur en sleppur. Nú veðrið lék ekki við fólki. Það var nú eins og það var. Ringdi yfir ósköp. Nei. Ég heyrði á keppendur fyrir þessa keppna. Þeir voru svolítið hræddir við þessa hörðu bakka sem voru í sumum brautunum. Þeir myndu brjóta, drífa og öxla og það ánú eftir að koma daginn. Hér kemur gamla heimasæpan og er svolítið skrautlegt. Ríkharður Jónasson, 29 ára. Já! Herslumurinn. 205 stig, komið 345 samtals. Það svona að byrja að myndast spenna í
keppninni. Þeir sem fengu minnst fyrst hafa náð sér í verulega góð stig í þessari keppni. Hér kemur Smári. Smári Kristófersson. Þetta önnur braut, já. Hann fer upp, en hann fer tölvöld langt út úr brautinni til vinstri og fær 245 stig og koma með 260. Þarna skiptir miklu máli að komast á milli dekkja, mjög miklu máli, því að það eru þó alltaf þessi refsing. Hérna sjáum við þessa nítrónkúta sem þeir nota. Þeir leipa eldsnögt inn á vélina þegar þeir vilja fá átök og það eykst alveg gífurlega orkan við þetta. Bíl númer 3, Reynir Sigurðsson. Nú fór hann lengra. Tökum eftir því, þetta er þraut númer 3 og það er bíl númer 3 sem leggur á stað í hana. Þeir færast alltaf aftur fyrir, bíl sem byrjar á fyrstu þraut, fer síðastur í næstu og svona koll á kolli. Magnús Bergs, 34 ára smiður frá Selfossi, hann var greinilega í miklu stuði þessa keppni. Alveg lék sér að þessari þraut. Fyrri hlutan og kemur seinni hlutin, það þarf að fara yfir þetta smá svona gil og svo aftur upp og þetta er laust eins og við sjáum og harðar klappir á milli. Já. Jú. Það þarf að ná hann með beigi í hliðarhalla, hann er meiri heldur en okkur sýnist hér á myndinni. Já, ekkert mál, 300 stig. Snert ekki dekk og kom með 685 stig. Þetta var mjög gott hjá Magnúsi Bergs. Gunnar Guðjónsson, hann er á litlum Willis. Árgeir 47, öflugum bíl og hvað skeður? Hann verður að komast þetta gengur ekki. Mjög. Nei, hann fór þetta ekki. Guðbergur Guðbergsson, 29 ára verslunarmaður, eins og ég sagði áðan og ákveðinn, mjög ákveðinn og þetta er ekki, hann er bara komið villu vegar og komið eitthvað allt annað en átti nokkuð tímann að fara og það er aðeins 45 stig. Guðbergur var 30 þennan dag og þetta var ekki hans dagur. Það er alveg greinilegt, það sem komið er. Árni Kópsson. Og er Árni á sér upp stig. Hann sætti sig ekki við að Árni Kópsson að vera langt á eftir fyrsta sætinu. Það er alveg ljóst. Við kannum sína það saman og við sjáum það að gera þetta alveg snilldalega vel. Snilldalega vel. Þriðja þraut, 285 stig, hefur fellt 1 dekk. Það er þegar bannan að banka á fyrstu sætin, Sturla Jónsson. Hann fer nú bara eiginlega alveg ótrúlegt að svona reyndum ökumanni hvað hann fór rólega á stað. Hvort að bílinn hefur ekki tekið við sér eitthvað en það er búið að sýna það fyrir bílinn. Það þarf að fara dálítið miklum kraft í þessa brekku. Gunnar Guðmundsson, sjáum það er bara gefið á fullu og það er það sem gildir. Það verður að fara á kraft í þetta.